Það er náttúrulega, ég get nú alveg byrjað, ég veit ekki á hverju ég náttúrulega á að byrja. En æska mín var þannig að ég bara var í farskóla á Skaganum, í Karlsmannsvíkinni. Á gamla skólahúsinu niður á Nesi og kennararnir héldu til á Sviðningi. Það er bara gassótt, saurar, það er ekkert eftir á Nesinu nema Þorsteinn, gamli Þorsteinsson, sem var póstur. Hann var einn þarna í húsi sem hét Klettur. Og svo var náttúrulega Ingibjörg Sigurðardóttir í Hátúni með sinni fóstru Margréti Fertinarsdóttir og hún var flutt suður. Svo þetta var bara, skólabörnin voru eiginlega bara þarna af þessum bæjum þarna í Karlsmannsvíkinni, eða Nesjónum, eins og þetta var kallað. Ég var ekki með þeim frá Björgum, mér fannst alltaf sveitin skiptast. Það var lítill samgangur inn fyrir Bjarg, svo var skólakerfið þannig að það var mánuður í hvert skipti og þá var annar mánuðin innan við Bjarg og hinn utan við. Við vorum ekki sömu á skóla með jafnöldrum okkar innan við Bjarg. Þetta var svona og svo kennarinn á Sviðningi. Og svo labbaði maður niður á Nes með kennarann. Og þetta voru á þessum heimilum Garsókn og Saurum og Tjörn, það var bara mikið af ungu fólki eða krökkum. Og meira segja, þau voru minnst einn vetur hjá okkur. Þau hérna frá Víkum, Lilli og Finnur. En þá var nú skólinn, þá voru talsverðir erfiðleikar með það. Þá var Karlsmannsvík að verða í eyði og það var lítið húsnæði. Og það var ekki fyrir áramót sem við komumst nokkuð tíman í skóla. Alla okkar skólatíð. Að við fengum bara kennslu eftir áramót. Því að sýnirnir á þessum bæjum sem eftir voru, eða húsum, og þeir fóru strákarnir fóru á vertíð áramótin. Þetta var svona annan og þriðja og fjórða janúar sem þeir fóru æfilega. Þá var lagt á hest og sleða og farið inn yfir heiði. Og þetta voru mín skemmtilegustu ferðalög. Þessi hestur var heimagangur sem að eiginlega Finnur bróðir eignaðist þegar hann var bara, þetta var fólald. Ég man ekki hvert hann var undirvanningur eða svona eitthvað. Allavega gekk hann hérna heima við bara bæ sem fólald og ólst þannig upp. En þetta varð einhver svo skemmtilegast í sleðahestur sem að hefur nú held ég mér sjótt að segja bara verið á Skaga. Hann byggt gríðarlega gaman að því að hlaupa fyrir sleða og góðu færi. Hann varð að vinna til að fá fólaldið sem hann náttúrulega alveg dáði og elskaði því að hann fylgst með því frá því að fæddist. Að hann varð að vinna fyrir því að hann fékk matarpoka handa til þess að gefa fólaldinu veturinn. Þetta átti að verða hestur úr þessu, ekki einhver aumingi. Ef hann gæti haldið á pokanum, þá var hann búinn að vinna fyrir fólaldinu. Gekk undir nefninu svona inn í sveit þegar ég heyrði fólk talað hann að það væri á ferðinni núna hann sleðabrúnn. Og sleði? Já, bara venjulegur hestasleði. Festur á þetta eitthvað sæti og þú gætt setið þarna. Og amma kom ævilega með rauða sjalið sitt sem var prjónað. Útprjónað alveg heilmikið og vafði mig innan í þessu. Þetta tilheyrði alveg hreint því að fara í skóla. Þetta rauða sjal. Þetta var afskaplega hlýlegt og notalegt. Það farið inn yfir vötnin. Það gríðarstórt vatn þarna sem heitir Selvatn. Og það var alveg lúxusæfilega þegar maður komst á vatnið. Og svo Nesvötnin, bæði, þau voru tekin alveg endalöng, bæði. Svo kom maður niður í
Það var nú svona, já, maður varð að fara inn fyrir það sem kallað var Klittalæk, Já. sem var það sem að réttin var, Já. fjárréttin var. Til að Maður þurfti að fara inn fyrir og komast inn á Laxárvatnið og fór það gjarnan ská niður. með Laxá. Já. Já. Já, þetta hefur verið ævintýri. Þetta var það. Já. Það virtist alltaf vera pláss. Já. Já. Það var það, við vorum krakkar, það voru 2 Sveitinbergi upp á loftinu sem kallað var þarna á Svinningi. Það var 2 hæða. Og þetta var stundu fullt af krökkum. Já, það var bara flatt sængur. Já. Svo var bara ærslast og haft gaman. Það var gaman. Þá gætu þurft að fara að sofa og eitthvað að læra heiman á við sko líka. Já. Það var ekki alltaf hægt að leika sér. Sko, þessa 4 vetur sem ég var á barnaskóla var ég með 4 kennara. Já. Það var alltaf nýr og nýr. Já. Og það var kannski svona 1 eða 2 ár sem hver var. Maður var alltaf að skipta kennara. Já. Síðasti kennari minn var Oddný Guðmundsdóttir, rithöfundur. Hún var svo eldhrædd og við máttum ekki bæta í ofnin. Já. Hún var að gera það sjálf og það var yfirlegast að það kapnaði hjá henni eldur. Hún var ekkert vön að fást við svona eld. Það var skítkalt og hún gáði bara ekkert af því að þetta voru sömu stefnurnar sem hún var að banna að bæta í og kveiktu upp þarna mótna, bara snemma. Þannig að það væri koni ylur í húsi þegar við kæmum. En hún var ekkert að spekulera í því. Það kom fyrir stundum eða það drafst alveg og það var ekkert við því að gera og bara það var að fresta skólanum til næsta dags. Já, það var svoleiðis, já. Það var ekkert hægt að gera í því. Já, þetta var mikið baks. En svona venjulega var þetta hlýtt og gott þarna. Já. Já. Það var eitt allsera langt borð og þú sast þarna bara stóð svitt hverju megin, bara langri röð, öll þessi úrskupa bönnum. Já. Já, þetta var fundarstaður og meira að segja unga fólki sumtan í Nýsjónum, það var að sýna þarna leikrit í þessu húsi. Og þá voru leiktjöldin, það var stór og mikill svona brúnn pappír og svo klippt gat fyrir hvert andlit. Já, og svo bara fór það með sína rullu, hver fyrir sig. Og þetta var bara mikil skemmtun, sko. Já, og svo bara var það í arslagsgerfum og svona, sérstök orð eða svona, framsetning á þessu. Þetta var bara gaman. Sko, þegar þú byrjar í skóla 9 ára gömul, þá hefur væntanlega verið búin að vera einhver kennsla heima. Já, maður var orðin læs og allt það. Já, ég meina það. Já. Var ekki ætlast til þess beinlínis? Jú, ég held að það hefur verið bara ætlast til þess. Það kemur læs í skóla? Já. Það var hér í jafnlangan tíma og þeir var bara sett fyrir í skólabókunum hvað þú áttir að læra. Og það var farið yfir það þegar maður mætti aftur. Það þýtti ekkert að svindla á því. Maður var að gera svo vel að skila. Skila reikningsbók og skriftabókinni bara. Og það var bæði í reikningu og skrift og öllum mögulega í þessum venjulegu fögum, sko. Svo mann nú mest minni staðist einlega frímíndunar, sérstaklega þegar komið var duglegur snjór. Þá var það mikið stundað að stökkva fram að klettunum og í fjöru. Það var í hengjunar. Já.